Þetta var Smári mætti hérna í Laugardalinn að spila við KR tapið 2-1. Þú lítur að vera mjög svekktur. Gríðarlega svekktur. Bara byrjum leikinn ekkert sérstaklega svona fyrstu 10 mínúturnar. Við náum að vinna okkur inn í leikinn og erum með algjöra stjórn á leiknum, þar að segja eins og við viljum stjórna leikinn án bolta. Og mér fannst við einhvern veginn bara díla gríðarlega vel við það sem að KR einhvern veginn upp á að bjóða og komst í 1-0, komst í 2-0. En það einhverjir hérna sem að virðast geta átt ömurlegar framistöður leik eftir leik sem að kosta okkur sigurinn í dag. Talandi þetta umdeilda mark, þetta var náttúrulega bara, ég er búinn að sjá endursýningar, þetta var aldrei rangst það, Arnar Þór spilaði stólu úr mér Daða restaðan, þetta er bara dýrt. Já, ég meina, þetta er bara fáránlegt. Leik eftir leik. Sama tríó, sami dómari. Ég bara spyr, hvað átt að ganga lengi? Fyrir leik hérna, maður er með hnút í magann. Fyrir hvern einasta leik sem hann dæmir er maður með hnút í magann. Ef leikmaður hjá mér spilar ekki vel, þá byrjar hann ekki næsta leik. Í síðustu umferð, fyrir örfáum dögum, er ömurleg frammistaða. Það er aftur hér í dag. Stórt moment sem að í raun og veru bara gengur, ég ætla bara að segja það, sem að siglir þessu sigri hérna heim fyrir okkur. En þetta er ekki hægt. Þetta er bara ekki hægt. Og ég verð bara að setja spurningamerki við þetta. En ég ætla líka að taka það bara, segja við okkur að auðvitað þurfum við að klára leikina hérna á fullu orkustigi og við gerum það ekki í dag. En auðvitað líka heggur það í okkur, heggur það í orkun okkar, heggur það í einhvern veginn svona frammistöðu vilja að það sé svona saxað á mann. Og ég er gríðarlega ósáttur með þetta. Eins og segir, ef þið hefði skorað þetta mark þá væruð þið líklega bara á leiðinni með lappandi hérna út með 3 punkta. Þetta bara hlýtur bara brjálæður. Heyrið það bara á mér, ég er brjálæður og svo náttúrulega má maður aldrei segja neitt. En svo bara verði ég að segja það líka að þið fjölmiðlamenn, þið gagnrýnið leikmenn, þið gagnrýnið þjálfara fyrir slæmar ákvarðanir, fyrir slæmar spilamennskur og annað, þarf ekki aðeins að vekja bara umtala á þessu þegar menn sem er að vinna í sama sportu er að vinna í sama umhverfi með sömu við viljum allir bæta okkur, en það þarf að gagnrýna, það þarf að vekja athygli á því þegar þetta gerist leik eftir leik. Við bara orðin ofboðslega þreyttur á því og það er ekki eðlilegt fyrir þjálfara og ég er ekki sá eini að fara inn í leiki með hnút í maganum alltaf. Það finnst mér bara ekki eðlilegt. En núna horfa einhverjum á mig og hugsa hann er vælandi yfir þessu og hinu ég myndi ekki vekja athygli á þessu nema út af því. Þetta er bara búið að gerast svo oft og ekki bara fyrir okkur, fyrir fleiri lið, Í síðasta leik er hægt að segja að það hafi kostað Blikan eitthvað, það má vel vera, En þetta er erfitt og þetta er bara pirrandi og ég er auðvitað hljóma hérna eins og einhver ræðill að vera röflum einhverja dómara frammistöðu og ég ætla ekkert að tala neitt, fela mig neitt fyrir því að frammistaða Vestra hérna síðustu 5 mínútur, hún var ekki nægilega góð. Ertu, eins og segir, ertu ósáttur með Vestraliði, hvernig endir leikinn? Ég er ósáttur með orkustig, ég er ósáttur með innkomuna, Fall lendir í því og ég er ekkert að ráðast á Fall, ég menna hann bara lendir í því, hann er við besta leikmann deildarinnar og svona fyrsta móment af þessi leiknum, það gengur illa og þá einhvern veginn kemst hann ekki í rytma sem er mannlegt og sem er eðlilegt og svo áttu fleiri erfiðar innkomur inn í leikinn og kannski, já, þannig að ég er ósáttur við það, menn eru að berjast við að vinna sér sæti í liðinu og menn þurfa að gera meira heldur en að gera í dag til þess. Mér langar að spyrja þess, út í síðasta korteri, það er náttúrulega búið að leika þétt í deildinni, er þetta mögulega þreyta í hún? Já, og svo er þetta að kenna mér það líka, ég spila mikið á sama liðinu og kannski var það orsakast hérna í dag að við vorum bara búnir, bensínu var búið, tankurinn var búinn og það er bara eitthvað sem ég verð að skrifa á mig og mögulega hafa úr fleiri spilum að spila og ég verð bara að taka það á mig. Þetta er samt engin heimsendir eru ennþá í toppbaráttu og það er bara þrátt fyrir þetta er ógeðslega fúlt, það er bara áfram gakk. Já, ég meina Vestralið er bara hörkulið og ég meina við sýndum það hér í dag á móti einu besta sóknarliði deildarinnar að það er erfitt að skora á okkur, kannski fyrir utan þessar síðustu 10 mínútur, en Vestralið er bara hörkulið og það er eins og þú segir, það er engin heimsendir í þessu, takk fyrir það, ég hljóma eins og allt sé ömurlegt, en nei, það er bara næsti leikur og nú fáum við bara frí, kærkomi frí og fáum aðeins að núllstilla okkur og það hefði verið gott að fara inn í þetta frí með aðeins meira heldur en ekkert, en það er eins og það er. Hvernig ætlarðu að nýta fríið? Já, við ætlum að gefa nokkra dagi frí og svo verðum við bara að halda áfram. Takk hérlega.